Við ætlum að setja okkur í samband við sveitafélagið Ölfus og fá fréttir þaðan og það hún Barbara Guðnadóttir sem á línunni. Hæ. Já, blessaður. Hvað segir þá? Bara rosa fínt, sérstaklega að heyra í Tótó. Já, þetta æðisleg hljómsveit. Miklu uppáhaldi hjá mér. Já, og væntanlega. Já, maður fær alveg nostalgíukast bara. Rifjast upp góðar og gamla minningar. Já, bara yndislegt. Nákvæmlega, herru, það dagur leikskólans í dag. Já, og það ekki búið að fara fram hjá mér. Nei, það búið að vera, ég heilmikið stuð þarna hjá ykkur, sé ég á myndum allavega. Já, það sem sagt krakkarnir í leikskólanum, og morgun dagur starffræðinnar og leikskólinn hér hefur alltaf unnið mikið með starffræði í sínu starfi. Þannig að þessi vika náttúrulega, hér bara hátíð. Jú. Krakkarnir eru búin að vera að búa til verkefni sem að tengja starffræði og bara á margvíslegan hátt og sett upp sýningu á bókasafninu. Hvað þá, starffræði sýningu eða? Já, þau voru að búa til alls konar verk, myndir, þar sem þeir nota formúr, hringi og ferninga og allt þetta og svo bjugguðu til lítil hús og því ég sá þau fyrir jólin eitthvað tímann, þá voru hópar að fara og það var eitthvað voða dularfullt í gangi og nú sér maður hvað það var. Það var að taka mynda börnunum fyrir framan húsið heima hjá þeim, þessi útidyrahurðina. Já. Og þessar ljósmyndir eru á litlum húsum sem að þau eru búin að búa til. Já. Ferlega sniðst. Já, þetta er sniðst. Svo eru þau búin að perla og gera svona ímislegt. Og afraksturinn hérna á bókasafninu á rosaflottri sýningu. Já. Og allir geta komið og skoðað, mjög sniðst að fara með börnunum og leyfa þeim að sýna. Já, það hægt að skoða þetta til hvað, 17. febrúar eða ekki? Já. Bara æðislegt og ég var einmitt að vinna þessa grein í morgun þessa sýningu og þá heyrði ég trommuslátt úti. Já. Ég vildi ekki hvað var að gerast. Þannig ég rauk og tók myndavélina með og var það ekki bara allur leikskólinn eins og að laði sig, allir krakkarnir og starfsmenn í skrúðgöngu. Já. Og strákur úr grunnskólanum var að berja trommu fyrir framan fremst í röðinni, allir með blöðru og bara alveg rosa gaman að sjá þig. Þetta skemmtilegt. Litrík og skemmtileg skrúðganga. Já, svo segi ég hérna inn á ölfus.is að sveitafélagið Ölfus að stíga stórt skref inn í framtíðina með ljósleiðaravæðingu. Já. Ekki komið tími á það? Rosalega tæknivætt. Það svakalegt. Veistu það, þetta mjög stórt skref og sérstaklega fyrir dreifbílið. Já. Það búið að vera mjög, maður hefur heyrt fólk að grína mikið hvaða óbúslega hæg tengingin í sveitinni. Já. Þannig að ég held að þetta eigi eftir að skipta verulegu máli í dreifbílinu. Ég veit ekki hvað þú veist, kannski verður hraðari og mjög líklega verður tengingin hraðari hérna í þéttbílinu. Já, ég gerir nú ráð fyrir því. Og þannig að við getum hunnið náttúrulega miklu hraðar og allt þetta gott, en ég held að sé aðalega dreifbíli sem bara kemst þá í eitthvað sambærilegt því og náttúrulega betra en við höfum það í dag, en það var bara löngu komin tími til. Já, ég myndi segja það. En það gríðarlega mikil munur á ljósleiðaratengingu og ADSL. Já, þekkir þú það? Já, ég þekki það svona aðeins inn á það, en það er mikill munur. Já, þannig að við hljótum að geta afkastað alveg svo vakalegu. Já, þið vinnum miklu betur núna eftir að fá þetta. Já, það hlýtur að vera. Þetta allavega góða fréttir. Já. Það margt að gerast. Algjörlega. Svo svo gaman, það svo margt framundan. Já. Og skemmtilegt, það þorrablót framundan hjá okkur. Já, hvenær? Helgina? Það verður bara næsta laugardag. Það ekkert annað. Þorrablót Þorlákshafnar. Já, Buff að spila og eitthvað svona. Já. Og hann nefndi náttúrulega búin að setja saman eitthvað skemmtiatriði og það á vist að gera grín að mér. Já, glæs? Nei. Út af því ég alltaf í útvarpinu. Já. Frábært. Þannig að þetta alveg bara, mér finnst þetta æðislegt. Ég ætla að mæta. Já, útvarpsstjarna Barbara. Já, ég var með hana Árníu Láru í spjalli í gær og við vorum að fara aðeins í þetta verkefni sem að fara að hrinda á stað leyndardóm á Suðurlands. Já, allt Suðurland. Já. Þetta mjög gaman, alltaf gaman að vinna einhverjum svona samstagsverkefnum. Og þarna ásvoldi að fara
Já, svona eins og segir í fréttinni hvað lengja eða reyna að koma því á framfæri að ferðatíminn getur verið allt árið. Já, það á að við erum alltaf að reyna að stefna því að lengja ferðamannatímann. Þetta verður í lok mars og það hljóta allir að átta sig á því að það er mjög erfitt að vera í rekstri og stundaviðskipti ef það er bara hægt að gera það á einhverju takmörkuðum tíma. Það er alveg rétt. Það er erfitt að halda fólki, það er náttúrulega ákjósanlegt ef það væri hægt að bjóða upp á heilsástörf í ferðaþjónustu eins og í öðru. Þannig að þetta er búið að vera náttúrulega eitthvað sem allir er að stefna að og búin að vera að reyna að vinna í mörg ár. Já. Þetta liður í því. Algjörlega. Að byrja fyrr og ferðamenn eru náttúrulega bæði Íslendingar og útlendingar og með þessu á að vekja athygli á því sem að gerast og verið að bjóða upp á Suðurlandi. Þetta er svona hvatning til ferðaþjónustu aðila að byrja fyrr, stefna á að geta opnað og verið með eitthvað sýnilegt þarna í lok mars. Jú. Og svo hína náttúrulega bara að ferðast svæðið og njóta og kynna sér það sem er í boði. Gríðarlega flott svæði, hvort sem það er vetur eða sumar þetta á Suðurlandi. Já, en ég held þetta reyndar svolítið að breytast líka með þessum, þessar norðurljósaferðir. Já. Maður áttar sig ekki á hvað þetta er óbóðslega stórt og mikið. Hérna eru bara óbúslega margar rútur að koma á kvöldin og yfir nóttina eða snemma á nóttu. Já. Og að ferðast svæðið og það skiptir náttúrulega alveg gríðarlega miklu máli fyrir þá sem geta þá haft opið á þessum tíma sem annars voða lítið að gera. En svo okkur finnst þetta getur verið magnað að sjá falleg norðurljós en okkur finnst þetta svo sjálfsagður hlutur og svo gaman að sjá útlendingarna sem að sjá þetta í fyrsta skipti norðurljósin. Já, akkurat. En líka bara það fyrir útlendingar sem hafa kannski alltaf búið í þorpum og borgum og svona að koma til Íslands þurfa ekki að fara langt og þá ertu komin í niðamyrkur. Já. Það er líka upplifin út af fyrir sig. Vera hérna við ströndina og bara vera í myrkrinu og heyra í briminu. Já. Það er magnað. Þetta er svo kraftur og þannig að þetta er bara það er ekkert síður að koma veturinn til heldur en á sumrin. En það er ýmislegt fleira sem ég langaði svona aðeins að nefna. Já. Það er golfklúburinn var að lækka árgjöld sem golfklúbur Þorlákshafnar og ég held að það sé bara í takt við tíman. Fólk er svona að reyna að halda aftur að sér ekki hægt að gjöld og svona en það er ekki allir sem ganga þetta fara skrefið lengra og lækka bara árgjöldin. Og maður er búin að vera að sjá fólk út á golfvellinum sem er frábært að geta jafnvel í janúar var byrjað að hvað segir maður að slá bolta, það ekki? Jú. Kúlur, slá kúlur. Það má segja hann nefna þannig. Já. Og svo er ýmislegt að gerast í menningunni hjá okkur. Það verða Bergþóru tónleikar 16. febrúar í Þorlákshöfn. Það er svolítið merkilegur viðburður. Já, þetta er árviss viðburður. Það er minningasjóður Bergþóru Árnadóttur sem stendur fyrir tónleikum og þeir eru alltaf í salnum í Kópavogi og svo hafa verið svona seinni tónleikar út á landi og ég held að það hafa verið Hveragerði einhvern tímann og svona ýmsum stöðum, en þetta er í fyrsta sinn sem þessir minningatónleikar eru í Þorlákshöfn, en Bergþóra bjó hér náttúrulega í mörg ár. Þannig að það er mjög gaman að geta tekið á móti tónlistafólkinu og þetta er alveg sérvalið lið. Hún er tónlistastjóri, hún Ragnheiður Gröndal. Já. Og með henni koma Pálmi Gunnarsson, Valdimar Svafa Knútur, Kristjana Stefáns og Hjörleifur Valsson, Birgir Baldursson, Valný Lára og Haukur Gröndal. Þannig að þetta er alveg úrvalslið sem maður mætir og spilar þá væntanlega tónlist eftir Bergþóru en í einhverjum nýjum útsetningum. Algjörlega, þetta er flott. Það er mjög spennandi. Herðu, svo svona að lokum að ungmennin, þau voru komið saman daginn hjá okkur. Já. Ungmennaþing. Síðasta föstudag, það er starfandi ungmennaráð sveitarfélagsins og þau eru rosalega dugleg. Ég finn svo mikið fyrir því sem menningafulltrúi og að þegar maður er að skipuleggja viðburði og til dæmis hafnadaga,
þá eru þau mjög duglega pota og óska eftir einhverju og koma með tillögur og sem frábært. Hvaða aldur er þetta, Barbara? Hvaða aldur er þetta sem að koma saman hérna? Þau eru, ætli það hafi ekki verið svona frá 13-14 ára, já, ég ætla að segja ekki svona kannski 14 ára og bara upp í 17-18. Já, frábært. Og þau eru þetta var þess ungmennaþing, þá koma öll saman og það eru valin einhver ákveðin þemu sem til, þar sem þau eru að tjá sig og koma hugmyndir og tillögur, skrifa á blað og ég kom þarna einmitt og settist aðeins hjá þeim sem voru svo skiptaði á milli sín þannig að allir ná að tjá sig hvert þema. Og ég var aðeins að hlera svona hvað voru að segja hafnadaga og svona menningaviðburði. Já. Og þau eru með ákveðna skoðanir, margar góðar hugmyndir og það góða við þessa krakka að þau eru ekki bara að koma við hugmyndir og tillögur sem út af fyrir sig bara frábært, heldur eru þau alveg til í að vinna með manni í að láta þau verða veruleika. Já. Þannig þau hafa verið mjög duglega að taka þátt í bæði skipulagi og svo stjórnun á ýmsum viðburðum á til dæmis hafnadögum. Þannig að þetta flotti krakkar. Þetta glæsilegt. Skemmtilegt að fá þessa fréttir, Barbara. Ég þakka bara kærlega fyrir spjallið. Takk sömuleiðis. Og við heyrumst bara eftir viku. Við gerum það. Takk fyrir þetta. Bless.